Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta í vikulegan og fjölbreyttan þátt okkar frá Suðurnesjum. Ungur bókaútgefandi í Vogum, samstarf Leikfélags Keflavíkur og Fjölbrautaskóla Suðurnesja, próteinríkur chíagrautur eins og Ásdís grasalæknir gerir hann og söngkeppni framhaldsskólanema á Suðurnesjum meðal viðfangsefna okkar í þessum þætti. Það fáum við einnig fréttapakka frá Suðurnesjum. Við byrjum hins vegar í Vogum. Bragi Hilmarsson ungur rithöfundur úr Vogum. Hann aðeins 8 ára gamall og búinn að skrifa sína fyrstu bók. Bókin heitir Ömurleg helgi hjá Pétri og var ljósrituð í nokkrum eintökum og til útláns á bókasafninu í Vogum. Ertu búinn að vera lengi að skrifa bækur? Ekki svo lengi. Ég byrjaði bara á þessu ári. Bókin Ömurleg helgi hjá Pétri fjallar drenginn Pétur sem alltaf að stríða Óla bróður sínum. Bara, ég sjá mynd af Óla, hann bara grenja og eitthvað. Og já, ég veit ekki okkur. Og þetta svona svipað hjá þér og bróður þínum? Nei. Þannig að þú bara alveg búin að semja þetta? Já. Og veistu eitthvað, hvernig þú færð hugmyndirnar? Hvernig dettur þér í hug? Hvað áttu að skrifa? Ég veit það ekki, ég byrjaði að finna upp nöfn og svo byrjaði að gera, ég gerði þetta svona þegar ég komin á miðja bókina og ég veit ekki hvernig ég byrjaði. Og ertu að hugsa að skrifa fleiri bækur? Já. Ertu kannski byrjaður? Já. Og hvað heitir næsta bók? Annar jólum hjá Pétri. Og það sama Pétur og áttu ömurlega helgi? Já. Bragi vinnur textan sinn í tölvu og hefur náð góðum tökum á fingrasetningu og lyklaborði. Ekki svo rétt en stundum það erfitt. Og þarftu mikið að stróka út? Eiginlega ekki. En nú kennarinn að lesa fyrir bekkiðin þessa bók Ömurlega helgi hjá Pétri. Já. Hvernig finnst þér að hlusta? Gaman sko. Ég man ekki alveg hvað gerist fyrst þannig. Já, svo byrjaði hún bara að lesa og nú man ég ekkert lengur sko. Þannig að þetta alveg spennandi fyrir þig og bara hina krakkana í bekknum? Já. Og ertu eitthvað að hugsa að verða rithöfundur þegar þú verður stór? Ég veit það ekki. Kannski ætla ég að verða fótboltamaður. Bekkjarfélagar Braga áhugasamir lestur og sögur og hafa reglulega sami sögur síðan í fyrsta bekk. Kennarinn þeirra, hún Drífa Thorstensen, hefur beitt áhugaverðum aðferðum til að klæða áhuga á lestri. Ég held að þetta hafi byrjað með PALS, sem aðferðafræði þar sem að pör að lesa saman. Og þá þau 2 og 2 og svona kannski örlítið sterkari lesari les fyrst og lesari sem örlítið veikari, hann les svo sama texta á eftir honum. Þannig að hann fær svona smjörþefinn af textanum áður en hann byrjar að lesa. Og þannig eflist þetta og þau hjálpa svona hvort öðru. Þannig ég held að þetta hafi byrjað með PALS. Þetta PALS ég kynntist í fyrir svona 4 árum síðan þegar ég byrjaði hérna. Og ég var fyrsti kennarinn sem var látin setja þetta á stað með 3. bekk þá, þau eru í 7. bekk núna. Og hafði einhverja kennara sem hjálpuðu mig með það, þeir höfðu farið á þetta námskeið, ég fór ekki á námskeið fyrir seinna. En ég hef tilengað mér þetta bara inn í kennslunni og PALS yfirleitt þannig að þetta kannski tekið 3 í viku yfir eitthvað ákveðið tímabil, en ég tek þetta 3 í viku út önnina bara. Þetta bara hluti af því hvað við gerum og þannig finnst mér að hafa hjálpað þeim, mér finnst að hafa elt þau. Og maður sér alveg hvernig þessi sterkari lesari, þau eru farin að leiklesa og hvernig þeir sem örlítið slakari byrja að herma svolítið eftir þeim.
og þannig svona hjálpast þau af, eins og til dæmis með Braga sem var að gefa út bókina. Hann hefur bara alltaf verið dálítið góður í að skrifa sögu og var bara mjög fljótur að byrja að skrifa sögu og þau hafa skrifað sögu frá því fyrsta bekk í hverri viku og fyrst var þetta náttúrulega bara handskrifað og það var ekki fyrir bara við höfum nú náttúrulega líka unnið aðeins með tölvurnar, alveg í fyrsta bekk líka, þá gerðu þau verkefni í tölvum, þannig að þau eru að skrifa sig í tölvunum. Og ég held að þar kemur líka rosalega mikill áhugi, þá eru þau ekkert svo mikið að einbeita sér að skriftinni sjálfri, heldur eru rosalega mikið bara að reyna að koma hugsun sinni frá sér og eru ekkert að pæla í því hvernig stafirnir líta út. Þeir eru alveg réttir, bara eins og þeir eru í tölvunni, eins og þau kemur fram í bókunum. Og svo náttúrulega bara fyrir þetta að vaksa og ég fyrir að láta þau vinna eins í tölvunum og skrifa og Bragi er náttúrulega fljótur að tileinka sér. Og hann hefur náttúrulega áhrif og þannig byrja hinir að herma eftir honum og hann kvartaði pínlítið undan því fyrst. Þau eru að skrifa eins og ég og ég já, finnst þér það ekki frábært? Þú ert að hjálpa, þú ert að hafa áhrif. Þannig að hann já, ok, og núna er þetta bara orðið þannig að einn lærir eitthvað eitt og hann byrjar að miðla þeirri þekkingu til næsta og þannig vex þetta. Þannig að þau eru mjög áhugasöm. Og það skiptir engu máli, getan skiptir engu máli, hver gerir bara sitt á sínum forsendum. Próteinríkur chia-grautur með möndlumjólk og kanil er eitthvað sem allir ættu að prófa. Það víst mjög einfalt að útbúa svoleiðis graut eins og hún Ásdís grasalæknir ætlar að sýna okkur í þessu innslagi okkar hér í sjónvarpi Víkurfrétta. Komið sæl. Mér langar til að sýna ykkur hvernig þið getið búið til mjög góðan og einfaldan morgungraut. Og þetta sem ég ætla að sýna ykkur núna er chia próteingrautur sem ég geri mér eiginlega mjög oft. Þetta er svona grautur sem er uppáhalds við mér, bæði að hann er fljótlegur og hann er ótrúlega bragðgóður. Og ég er ekki nema svona max 5 mínútur að gera þetta og geri til kvöldinu áður. Þá vakna ég bara með tilbúin morgunmat. Þannig að það sem við ætlum að nota í þetta er sykurlaus möndlumjólk frá Ísola sem er í algjör uppáhaldi á mér og við ætlum að nota chia-fræ í grunninn sem við ætlum að leggja í möndlumjólkina og ég reyni náttúrulega að vanda svolítið valið og hérna er mér lífræn chia-fræ en chia-fræin eru ótrúlega próteinrík miðað við önnur fræ og þau innihalda líka þau eru náttúrulega mjög trefjarík og þau innihalda töluvert af kalki og magnesíum og fosfór og allt er þetta mjög góð efni fyrir bara almenna heilsu en einstaklega góð fyrir beinheilsu og tala ekki þegar fólk er til dæmis að sleppa mjólkurvörum eða er að draga úr þeim að þá er þetta góður kalkjafi. Þannig að ég myndi alveg klárlega að nota chia-fræ ef ég hafði ekki nú þegar prófað að nota svoleiðis. Og svo ætlum við að nota þetta líka að því að ég vakna oft á morgnana svona frekar svöng og það langar mér í eitthvað svolítið gott að borða þannig ég ætla að setja út í þetta lífrænt hráfæðis jurtaprótein frá Sun Warrior og þetta er svona hágæðaprótein og er náttúrulega bara unnið beint úr fæðunni og þetta er blanda af baunapróteini og hamppróteini og þeir nota stevíu sem sætuefni þannig að þetta er mjög hreint og gott prótein, þetta eru mikil gæði og ég myndi segja að prótein er náttúrulega við eigum náttúrulega að borða þetta bara matinn okkar en þetta getur verið góður staðgengill í fyrir eitthvað annað og þetta er í rauninni, þetta er að gefa okkur næringu. Fáum þarna allar amínósýrur þarna í einu svona skammti. Og svo ætla ég að vera með smá kókosflugur, ristaðar kókosflugur. Ég fæ mér örugglega svona á hverjum einasta degi, mér finnst þetta ótrúlega gott bæði sem snakk eða út í grauta eða út á kökur. Þannig ég nota þetta mjög mikið á þetta alltaf til í skápnum á mér. Og þetta gefur náttúrulega bara auka trefjar og gefur líka svona pínu kókosbragð í grautinn. Fyrir utan það að þetta þykkir hann aðeins, það gerir hann svona matmeiri. Kanillinn náttúrulega er góður fyrir blóðsykur, þetta er náttúrulega lækningajurt sem að margir þekkja nú orðið í dag. En kanillinn er, sem ég segi, góður til þess að hafa áhrif á að stilla blóðsykurinn okkur og halda okkur í jafnvægi við daginn. Og plús það hann er bara svo einstaklega góður á bragðið. Svo erum við bara með smá fersk bláber og ef þið notið ekki fersk, ég nota líka oft bara frosin bláber, stundum nota ég frosin mango út í grautin líka. Þannig að það er bara svolítið svona hvað ég á til. Þannig að við ætlum að bara skella þessu í krukku og ég er bara með svona litla sultukrukku. Ég á alveg mismunandi svona stóra, stundum er ég með hana stærri.
En við ætlum bara að hafa þetta svolítið einfalt núna, þannig að ég ætla að setja hérna, sem sagt, maður sjá, þetta svona cirka 1 dl af möndlumjólkinni. Svo ætlum við að setja út í þetta, þannig við ætlum að hræra fyrst saman, sem sagt, próteinduftinu og við setjum 1 matskeið af Sun Warrior próteinduftinu og 1 matskeið af þessu. Og mér finnst best að nota Warrior Blend tegundina. Það til ýmsar tegundir af þessu en þessi í uppáhaldi hjá mér. Og þetta fer einstaklega vel í maga. Þetta svona, mann líður óskaplega vel af þessu. Þetta mettar mann líka vel fram á hádegi. Og við ætlum að setja 1 matskeið af chíafræjum. Svona. Og við ætlum að setja svona bara hálfa teskeið af kanil. Það með alveg nota meira eða viljið. Mér finnst það alveg passlegt í svona lítinn skamt. Svona. Sumir setja út í þetta aukalega vanilu, sumir setja smá sjávarsalt, það má líka alveg. En það er pínu vanila í próteinduftinu, þannig að það er alveg gott bragð af því. Svo bara hræra þetta vel saman og próteinið og chíafræjin, þau sem draga svolítið í sig vökvann og þannig að grauturinn þykkist. Þannig að daginn eftir, þegar morguninn sem ætlar að fara að borða þetta, þá er þetta orðið svona pínu svo búðingur. Pínlítið eins og pínlítið jógúrt. Þannig að þetta er svona svolítið þykkt sem mér finnst mjög gott. Þannig að þessu er bara hrært svona saman og svo bara setjum við smá bláber. Setjum þau bara úti og þá er þetta bara tilbúið. Svo vakni bara hress og kát morgun eftir og engin fyrirhöfn. Einstaklega einfalt og ótrúlega gott. Takk fyrir. Öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboxin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Leikfélag Keflavíkur og Leikfélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja eiga í samstarfi nýtt sviðsverk sem sýnt verður í frumleikhúsinu í Reykjanesbæ. Við kíktum í leikhúsið og kynntum okkur hvað væri á leiðinni á fjalirnar hér suður með sjó. Jæja strákar, hvað er að gerast hérna í leikhúsi Keflavíkur? Herðu, við erum að setja upp stórskemmtilegt verk í anda Aladín. Fyrir alla fjölskylduna. Sem að kallast Eitt töfrateppi takk. Því mjög skemmtilega nafni. Og við erum að leikstýra krökkum úr Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Fjölbrautaskóla Suðurnesja og í samstarfi við leikfélagi Keflavíkur og Vox Arena sem er leikfélagið í Fjölbrautaskólanum. Og hvað fjallar þetta leikrit? Þetta fjallar í rauninni strák á götunni sem að verður ástfanginn af prinsessu. Og já, þetta er svona þessi gegnumgangandi ástarsaga og milli þeirra og svona eins og Rómeó og Júlía, þau mega ekki vera saman og fyrir hvern er eitt töfrateppi takk hér í samfélaginu?
Það fyrir alla, klárlega. Alla fjölskylduna bara? Bara fjölbrautaskólanemendur munu hafa mjög gaman að þessu verki og börnin líka, mjög ánægð. Við vildum gera eitthvað sem var fyrir þá alla fjölskylduna, fullorðnir geta hlegið að þessu, börnin geta líka hlegið vel að þessu og bara unglingar allir saman, eitthvað sem ekkert endilega eitthvað bara sem að einhver mamma eða pappi fara með barnið á og þau þurfa bara að sitja í gegnum þetta, heldur geta þau haft gaman að þessu líka. Já, nákvæmlega. Við vildum líka gera eitthvað sem okkur fannst skemmtilegt. Já. Að, þú veist, við vildum ekki setja eitthvað upp og búa eitthvað til sem að okkur langaði ekki að sjá og öðru fólki langaði ekki að sjá. Þannig að við erum búin að gera þetta eins skemmtilegt og við getum gert þetta. Og okkar teika á þessu, hvað var það húmor og alls konar, ég meina við erum hlæjandi á öllum æfingum og þá erum við bara mjög sáttir. Líka gaman hvað krakkarnir eru búin að bæta inn í þetta og svona. Hvernig kom það til að þið voru ráðnir í þetta verk? Tja, við erum búin að leikstýra 1,5 verki. Já, í rauninni 1,5. Já, við gerðum eitt 2012 sem var frumsamið, sem að hét Jólin koma eða hvað. Það var verki í fullu verki sem við sömdum upp bara frá grunni og varum 2 tímar. Og 2010, jú, þá gerðum við hérna... Daginn fyrir jól. Já, það var 40 mínútur, það var frítt inn fyrir alla, þetta var bara svona... Við langaði að gera eitthvað þegar við vorum með unglingarleikfélagið. Það var svona fyrsta skipti sem við leikstýrum. Og margir sem voru með okkur þá og voru bara krakkar í 7. og 8. bekk eru núna komnir í framhaldsskóla, þekki okkur mjög vel. Einhver þeirra eru í þessu verki? Já. Og við vildum líka nýta hérna á Suðurnesjum, þetta er náttúrulega rosa mikil tónlistabær og ekki, sko, dansin er líka rosalega mikil. Hérna erum við með danskompani og brinnballett og ótrúlega mikil hæfileika dansi og við erum með 2 danshöfunda, Díunu og Ingu Sól, sem að gera rosalega flotta vinnu og rosalega flotta dansa og söngatriðin eru rosalega flott og vel sungin, þau eru alveg búin að... Þetta er bara ákveðin upplifun sem við viljum gefa fólki. Þau mæta hérna í okkar litla leikhús hérna á Suðurnesjum og þau fá upplifun bara eins og þau séu á stærra sviðinu í bænum. Bara á einhverju risastóru sviði með flottum leikurum að því hver einasti leikari í þessu er rosalega bara að standa sig allir svo ógeðslega vel. Og bara miklu betur en við byggumst við þegar við byrjuðum. Það eru allir að bæta sig á hverju einustu æfingu. Og við værum líka ekki komið svona langt í ferlinu og þau væri ekki svona góð líka. Allir að vinna heimavinnuna sína og... Já. Og hvenær er frumsýning? Það er frumsýnd 1. apríl og það er ekkert djók. Það er ekkert aprílgabb og þið getið séð auglýst sýningar á síðu leikfélagsins, lk.is. Síðu leikfélagsins og hérna síðunni hjá fjölbrautaskóla, nemendafélagi fjölbrautaskóla Suðurnesja. NFS og svo verður þetta í bæjarmiðlunum. Hljóðneminn sem er söngkeppni fjölbrautaskóla Suðurnesja fór fram í Stambanum í annað sinn á dögunum. Eins og við höfum áður greint frá, þá sigraði Sigurborg Lúthersdóttir en hún vann einnig þessa keppni árið 2012. Myndatökumenn á vegum nemendafélags skólans tók upp alla söngkeppnina. Nú hefur verið klippt saman brot af því besta frá kvöldinu. Halló! Að fá að klappa hvað er? Já, hvað er að gerast? Við erum velkomin á Hjónamann 2016! Hope I don't run out of time, cause someone call the referee. Cause I just need one more shot at forgetting it. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. Don't change anything in the ground can ever grow. No hope, just life, so to cry and
breaking my heart. Ok, Árni, sko, nú ætla að leyfa þér að óska. Þú ert að loka augunum og óska upp á slutið. Svo þetta réttu pendið út búinn. Ok, upp á slutinn hans Þetta ekki brjóstaldarinn hennar Lovísu. Gætu við staðið, hlið við hlið, gætu við farið og tilbaka varið, bara við tvö. Sigurvegari Hljóðnemans 2016 Sigurborg Lúðversdóttir. My time on the outside is over, and we don't know how you're spending all of your days, knowing that all is near. You see the pictures, but you don't know their names, 'cause love is near. And I can't do this by myself. All of these problems are all in your head, and I can't be somebody else. You took something perfect and painted it red. Safnahelgi á Suðurnesjum fór fram síðustu helgi þar sem öll söfn á Suðurnesjum stóðu opin fyrir gesti og gangandi. Þrátt fyrir að veðurguðurnir hafi ekki verið Suðurnesjamönnum hliðhollir var góð þáttaka í viðburðum og aðsókn að söfnum og sýningum víðast hvar góð. Myndirnar með þessari frétt voru teknar í Norðurkotsskóla að Kálfatjörn. Við skoðum það safn betur í næsta þætti. Með aukinni flugumferð til og frá Íslandi þá fjölgar einni olíuskipum sem koma með flugvélaeldsneyti til Helguvíkurhafnar. Á síðasta ári komu 12 olíuskip með farma til hafnarinnar en í Helguvík olíubirgðastöð fyrir Keflavíkurflugvöll. Samtals var skipað upp 216.000 tonnum af flugvélaeldsneyti en búist við mun meira magni á þessu ári enda umsvif á Keflavíkurflugvölli að vaxa hratt. Þetta þýðir einnig auknar tækjur fyrir Helguvíkurhöfn upp á 20 milljóna króna á ári. Menningarvika stendur nú yfir í Grindavík en hún var formlega sett í Grindavíkurkirkju síðasta sunnudag. Handverki gert hátt undir höfði í menningarvikuna þessu sinni en tónlistaviðburðir eru einnig áberandi alla Grindavík. Í sjónvarpi Víkurfrétta í næstu viku verður fjallað ítarlega menningarvikuna og sýnt frá viðburðum og rætt við fólk. Myndirnar sem lifa undir þessari frétt eru frá setningarathöfninni í Grindavíkurkirkju. Uppbyggingarsjóður Suðurnesja úthlutaði fyrir skömmu í fyrsta sinn styrkjum til 35 verkefna á Suðurnesjum fyrir samtals 45 milljónir króna. Sjóðurinn hefur það að markmiði að stuðla að jákvæðri samfélagsþróun á Suðurnesjum með því að treysta stoðir menningar og auka samkeppnishæfni svæðisins. Sjóðurinn styrkir menningar, atvinnu og nýsköpunarverkefni og önnur verkefni sem falla að sóknaráætlun Suðurnesja. Alls var sótt fyrir 99 verkefni til sjóðsins að þessu sinni hljóðuðu styrkbeiðnir upp á rúmlega 220 milljónir króna. Við endum fréttapakkan með svipmyndum frá Reykjanesi. Þar blés hressilega liðna helgi og brimskaflarnir voru myndarlegir.
Ferðafólk lét sig heldur ekki vanta og fylgdist með náttúruöflunum. Við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað sem dreift ókeypis inn á öll heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum, Víkurfréttavefinn vaff.is og fyrir kylfingana þá erum við með vefsíðuna kylfingur.is. Þar að finna golffréttir alla daga ársins. Eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta og stök innslög má sjá í háskerpa á vef Víkurfrétta og einnig á YouTube undir sjónvarp Víkurfrétta. Við minnum ykkur svo á að koma á ábendingum áhugavert efni í þáttinn með því að hafa samband við Víkurfréttir á póstfangið vaff hjá vaff.is. Takk fyrir okkur, verið sæl. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is